Ég mættur í Eyjafjörður og hérna við Vaðlasko. Skógurinn þar sem skógarböðin eru. Ég lagði bílnum hérna við skógarböðin og ætla svo að labba þessa leið hérna og sjá hvað ég finn og sé. Komið með mér. Það nýbúið að leggja hérna malbikaðan stíg og sem að gera þetta náttúrulega og opna fyrir fólk sem til dæmis á hjólum og svoleiðis, þannig að aðgengið er ansi gott hérna. Það var 1936 sem Skógræktarfélag Eyfirðinga gerði samning við 3 jarðir hérna að fá landspildu til skógræktar. Búa til skóg fyrir Eyfirðinga til að njóta. Ein af þeim trjátegundum sem hefur verið gróðursett talsvert af hér í skóginum er lerki. Lerki er ekkert rosa mikið gróðursett fyrir sunnan. Það er oft bara svona meira stök tré, en hérna fyrir norðan er talsvert af lerki og verð að viðurkenna að ég hrifst pínu af því. Bæði er þetta svolítið falleg tré og börkurinn er fallegur. Og svo annað að það kemst meiri birta í botninn og þannig að botninn er miklu gjóskumeiri og bjartari yfir skóginum. Það er svolítið sérstakt að hugsa til þess að þegar skógræktin fékk þetta svæði, þá var þetta bara í rauninni, það var náttúrulega engin skógur hérna og það var náttúrulega bara engin skógur í Eyjafirði. Þannig séð, það voru einhverjar kannski skógarleifar en það voru engin svona álfuru skógar. Og þegar þið fengu þetta land, þá var þetta líka frekar illa farið land. Þess vegna hefur kannski ekki verið mikið mál að fá þetta land því að nýtingin á því var mjög lítil. En það hefur ekkert verið rosalega auðvelt að gróðursetja eða rækta henni upp. Maður sér það bara hér að þetta er rosalega grýtt og það er kannski ekkert auðvelt að það hefur ekkert verið rosalega auðvelt að planta trjám hérna. Þess vegna er ótrúlega magnað að koma hingað núna. Virkið hérna í Vaðlaskógi er einkum að tvennum uppruna. Annars vegar úr Vaðlaskógi
sem hérna hinum megin við fjallið, og Bæjarstaðaskógi. Það getur verið svolítið skemmtilegt að skoða birkið og reyna að átta sig á því hvor hvað, en börkurinn á Bæjarstaðabirkinu aðeins ljósari og gæti alveg trúa að þetta birki hér sé úr Bæjarstaðaskógi, en þetta hér tré úr Vaðlaskógi. Svo eitt í viðbót, birkið frá Vaðlaskógi fer fyrr í haustlitina, en ég sýnist nú ekki að sjá beint mun á því núna, ég svona frekar seint, ég í byrjun september. En svo þetta allt búið að blanda saman, þannig að náttúrun sker svo bara þetta. Ég hef einhvern tímann verið að tala það fyrir myndböndum að fallin tré eða dauð tré séu svona hluti af lífríkinu í skóginum. Og hér sjáum við til dæmis hvernig sveppir eru að nærast á dauðu tré. Hér eru rætur á tré sem eru að rotna og sveppurinn nærist á því. Hér höfum við skógarfuru, en á tímabili var talsvert mikið gróðursett af skógarfuru og var hún svona svolítið vonarstjarna skógræktarinnar. En svo barst hérna svona kringum 1950 furulús sem dreifðist allt landið á stuttum tíma og stráfelldi furuna og þar af leiðandi eftir það hefur hún ekki verið mikið gróðursett af skógarfuru. En hér í Vaðlaskógi lifðu nokkur tré af, stök tré og þau hafa síðan líka sáð sér og eru mikil prýði fyrir þennan skóg. Hér höfum við aðra skógarfuru og hún kannski svolítið fallegri en skógarfuran sem ég stóð hjá áðan. En eitt af því sem maður kannski getur þekkt skógarfuru á að það sést svolítið í appelsínugulan börk.
Ja, ég ætla að fara að segja þetta gott. Vaðlaskógur auðvitað blasir við Akureyringum og gestum bæjarins. Hann hérna hinum megin við. Ég labbaði nýja slóðan og aðeins hérna inn og virkilega skemmtilegu skógur. Það er orðið mjög gamall og það er alltaf ákveðin upplifun að koma í gamla skóga. Virkið virkilega fallegt hérna, beinvaxið og hávaxið. Skógaföran, mér finnst gaman að sjá skógaföruna. Hún er svo sem ekkert algeng. Vonandi verður skógurinn áfram í almenningseign. En það er náttúrulega sótt að skóginum. Einu sinni var náttúrulega aldrei einu sinni vegur hérna í gegn. Svo eru komin skógaböð sem taka af skóginum. Svo er þess að hótel sem tekur af skóginum. Og svo eiginlega núna eru bara einkaaðilar sem vilja bara fá skóginn í rauninni. Og fá að deiliskipuleggja hann fyrir einkaaðila. Og það finnst mér persónulega ótrúlega sorgleg þróun. En vonandi bara gerist það ekki. Annars bara takk fyrir mig og vonandi get ég komið aftur næstu árin og heimsótt þennan fallega skóg.